Góðan daginn, verið velkomin á þennan fésbókafund sem að gæti nú orðið líka podcasti og einhverju meiru síðar. En hérna í dag ætlaði ég að ræða tvær ofboðslega mikilvægar samgönguframkvæmdir. Annars vegar borgarlínuna sem hefur nú verið umdeild í nokkuð tíma og svo Sundabraut sem eitt stærsta samgönguverkefnið og hefur verið til umræðu í svo áratugum skiptir án þess að mikið hafi þó gerst í þeirri vinnu. Mér langar að byrja að segja aðeins frá borgarlínunni og af hverju ég hef verið að tala fyrir borgarlínuna. Fyrir þá sem ekki þekkja þá hef ég verið mikill stuðningsmaður borgarlínunar og það tilkomið vegna þess að ég tók þátt í vinnu sem birtist í þessari bók hér og svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Á þeim tíma sem ég var bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ og formaður skipulagsnefndar þar, satt ég í svæðisskipulagsráði sem vann þessa vinnu. Og í svæðisskipulagsvinnunni fórum við yfir framtíð skipulags á höfuðborgarsvæðinu, mættust þar fulltrúar frá öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, tveir frá hverju sveitarfélagi, annars vegar frá meirihluta og hins vegar frá minnihluta. Og það auðvitað þannig að þessi sveitarfélög eru ólík og áherslurnar eru ólíkar en engu að síður tókst okkur að koma okkur saman þessa aðferðafræði sem hér beitt. Og eitt af lykilatriðunum í þessari vinnu var auðvitað hvernig á samgöngum að vera háttað á höfuðborgarsvæðinu. Og við vorum öll sammála það sem að unnum þessa vinnu að við þyrftum að koma á einhvers konar samgönguás fyrir almenningssamgöngur. Og það fékk svo síðar nafnið borgarlína og þá fólk að sjá fyrir sér strætisvagna sem keyra í sér rými. Sambærilegt og það sem við sjáum og köllum hérna rauðu dreglana og Miklubraut og að verða til aðeins víðar. Það að segja að almenningssamgöngur geti keyrt í sér umhverfi og þar af leiðandi ekki fastar í umferðartöfum einkabílsins. Og í ljósi þess að ég satt nú líka í stjórn Strætó í langan tíma og var þar stjórnarformaður þá þekki ég mjög vel rekstur þess fyrirtækis og hversu stór hluti af kostnaðinum við rekstur strætisvagna auðvitað launakostnaður. Þannig að þegar við sitjum uppi með það að vera með vagna sem eru fastir í, eins og maður kallar stundum sultu, umferðarsultu, þá erum við að sóa ofboðslega miklum fjármunum og erum á sama tíma ekki að koma fólki hratt og örugglega á milli staða. Nú þetta einhver svona forsaga að vinnunni sem verður til borgarlínu á vettvangi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og mig langar að ítreka það því ég hef ávallt gert það að í mínu kjördæmi, suðvestu kjördæmi, þá eru sjálfstæðismenn í meirihluta í þeim öllum. Í Reykjavík það því miður ekki svo, en ég kannski segi þetta einmitt til að sýna það að þetta ekki verkefni Samfylkingar eða Sjálfstæðisflokks eða Framsóknarflokks eða Vinstri græna eða einhver annar sem hafa verið að taka þátt í þessari vinnu. Í þessari vinnu voru fulltrúar frá öllum stjórnmála, eða bæði frá meiri og minnihluta og þar lendi flestum stjórnmálaöflum sem voru að vinna í sveitarstjórnum á þessum tímabili. Nú, ég hef fengið til mín í dag hann Eyjólf Árna Rafnsson til að ræða þessi mál aðeins mig og ég ætla að byrja á borgarlínu og færa mig svo yfir í Sundabrautina. Þetta eru vissulega mjög ólík verkefni. En Eyjólfur Árni, þú komst aðeins að vinnu með borgarlínuna fyrir hönd SSA á sínu tíma og mér langaði svona að byrja aðeins að þú segir okkur aðeins frá þinni aðkomu og kannski þinni sýn á þetta verkefni. Já, takk fyrir það, Bryndís og takk fyrir að fá að vera með þér í dag. Já, ég kem að þessu verkefni 2017 reyndar þannig að í mínu bakgrunni, í verkfræðingur, hef verið svona ýmist þátttakandi, áhorfandi að samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu og reyndar vítt og breitt landið í mjög langa tíma. En ég kem að þessu 2017 var þá fenginn af Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu til þess að ýta þessu tiltekna verkefni, borgarlínuverkefninu, svona í næsta fasa. Þá var tiltölulega ný loki við svæðisskipulagið sem nefndir áðan sem byggir á ákveðnum stefnumörkum varðandi samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu og það þurfti svona að taka þetta ágæta verkefni sem heiti borgarlína, hefur gert það frá upphafi, svona á næsta stig. Mitt verkefni fólst fyrst og fremst í því að, hvað ég var að segja, ná bara utan verkefnið, skilgreina það, ákveða á þeim tíma svona fyrstu hugmyndur hvar gæti borgarlína legið og verið. Það að ná náttúrulega fyrst og fremst líka samstöðu með sveitarfélagana hvernig ætti að gera þetta.
það var átt að sjá stóru myndin í kostnaðinum í kringum verkefnið og hvert verkefni væri og svona líka að ná niðurstöðu því hver væri samgöngumátinn í borgarlínu. Erum við að tala um léttleystir, erum við að tala um strætó, erum við að tala um liðvagna, hvað erum við að tala um? Akkurat. Og niðurstaðan var nú að svo væri ef við erum að tala um vagna fyrst og fremst eða almenningssamgöngur á hjólum. Þetta var svona mitt verkefni þarna á þessum tíma og síðan tók bara næsti fasi við sem hefur verið í gangi síðan og ég hef svona fylgst með og fjarlæg á það verkefni. En að þessu sögðu að þá var ég alltaf skýr á því að þú sagði réttilega áðan og þú er alltaf verið mikill stuðningsmaður verkefnisins, borgarlínu. Ég eins og kem svolítið úr þeirri átt að ég segi við okkar skylda bara fyrst og fremst að nýta fjármuni skattborgarna sem best og við vitum það að skipulagsmál og á höfuðborgarsvæðinu og allstaðar er í eðli sínu pólitísk stefnumótun og það er hægt að takast á hvernig við viljum sjá okkar svæði eða sveitafélag líta út eftir 20, 25 eða 30 ár og hvort sem það er í umferðarmálum með öðru. En svona ég horfði svolítið á það þannig, það er sérlega hinn ferkantaði verkfræðingur sem kemur upp með mér, að einu sinni þegar búið er að afgreiða skipulagsmálin og hvað stefnumörkun, þá segja þá er svona það sem við tekum við, sem eru samgöngumálin, eða sínu bara tæklegt úrlausninni. Hvernig ætlum við að nýta þá fjármunum sem voru að spila sem best. Og hver er þín skoðun? Ég meina, er skynsamlegt að byggja þá borgarlínu? Já, það er það sjálfsögðu. Eftir því sem við getum komið fleiri aðilum inn í almenningssamgöngur yfir höfuð, þá er það skynsamleg nýting fjármuna. Það er ekki nokkuð vafi. Ég hef allan tíð verið á mínum einkabíl, notaði strætó hérna á skólaárunum, en alltaf verið það. En það er alveg ljóst að með auknum umferðarþunga, þá er alveg sama hvað við grípum til í samgöngumálum og umferðarmannvirkjum. Við getum ekki leyst allt eingöngu með mislögum gattamótum og öðru slíku eða viðbótar akrinn fyrir bílinn og slíkt. Það er bara gildur okkur eins og önnur þéttbýli annar staðar heiminum er að eftir sem getur komið fleirum inn í almennum samgöngur því þægilegri verða samgöngur yfir höfuð fyrir alla og því betur getur við nýtt á fjármunum sem við erum úr að spila. Það er líka þægilegra fyrir þá sem vilja vera sínum eigin bíl að ferðast og þannig er það. Og auðvitað er það svoleiðis að borgarlína sem slík sem verkefnisfást erum að fást við í dag eins og þú nefndir réttilega áðan þetta við höfum verið að fást við það að koma almenningssamgöngum í þessar rauðu dregla hér og þar en það hefur ekki gerst mjög markvisst en með tilkomu svæðaskipulagsins og svo þeirri vinnu sem búin að fara fram síðan almenningssamgöngur þá erum við komið með svona langtíma sín í hvað rauði getum tekið þetta og hvar og þannig að nýti sem best svo fjárfesting sem við fara í hverju sinni þannig að það er heildarsýn af málaflokknum sem er komin og hún skiptir máli og við munum aldrei leysa það er svo mikilvægt að hafa í huga líka að í samgöngumálum, umferðarmálum munum aldrei leysa allt með einhverju einni aðferð þetta er blanda af lausnum sem við höfum þannig að það er ekki einhver ein lausn að blanda af lausnum og einar er svo að auka þátt almenningssamganga í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu og það er líka vert að hafa í huga að við horfum langt aftur í tíman ég sé ofta að skipulag sem var held ég samt fyrir Reykjavík skipulag 1962 sem var þá sennilega einhvern ég myndi segja vandaðast að það er sennilega bara fyrsta almennilega vandaða aðskipulag sem unnið var fyrir þéttbýli á Íslandi eða á Íslandi yfir höfuð það er sennilega sko í framtíð verður sennilega einhver mesta þróun sem orðið hefur í samgöngumálum höfuðborgarsvæðinu í framhald af því sem gera verkum við förum svolítið úr almenningssamgöngum sem var mjög öflugur samgöngumáti þá 1962 yfir í að færast meir í einkabílinn með ekki velbúið þjóðarna líka og allt það en það aðalskipulag gekk fyrst og fremst út á einkabílinn og eftir því þróaðist svæðið hér á höfuðborgarsvæðinu þannig að stefnumörkun í skipulagi
bara mjög mikilvæg og hún hefur sín áhrif. Ég ekki að segja að þetta hafi ekki verið rátt á þessum tíma að gera þetta svona, þá bara þess tíma ákvörðun og svo seinna meir förum við að horfa á annan hátt á hlutina og vinnum eftir því. Já, einmitt, en þú kemur inn á þetta er ekki eina lausnin og ég er algjörlega sammála því og ég hef reynt að ítrekka það í öllum mínum ræðum og skrifum þetta að borgarlínan er engin lausn á umferðarvanda höfuðborgarsvæðinu. En ég segi að það sé óbúslega mikilvægt púst og það sé ekki hægt að taka það út úr myndinni. Og þegar ég sagði nú áðan ég væri talsmaður borgarlínu og hef alltaf verið það, sko, en bara til að skýra það þá verður sú hugmynd til í þessari vinnu þar að segja svæðisskipulaginu. Sjálf bý í Mosfellsbæ 3 barna móðir og á risastóran jeppa og upphækkuðum dekkjum og þoldi ekki fara niður í miðbæ og vildi bara fara í Kringluna þar sem ég fengi gott bílastæði og svona. En svo þegar maður fer að fara meira inn í skipulagsmálin og læra meira í þá átt, tala ekki þegar ég fór að skoða svona svolítið framtíðarpælingar og þegar verið að skipta okkur upp sem svona kynslóðum og maður áttar sig á því að komandi kynslóðir vilja kannski ekkert eiga eins og ég einbýlishús í Mosfellsbæ og jeppa og 3 bíla í hlaðinu og eyða öllum fjármunum í það, heldur hugsa fyrst og fremst hvernig kemst ég á milli staða. Akkurat. Og þá kom við inn í þessa blanduðu lausnir eins og segir og borgarlína er eitt og einkabíllinn mun aldrei hverfa, ég er algjörlega handviss það að fjölskyldubíllinn verður ennþá mikilvægasta samgöngutækið, en svo er það líka hjól og hlaupahjól og blanda af þessu öllu saman. En það hefur rosalega mikið verið tekist á það hvort þetta sé hagkvæmt eða hvort það sé bara verið að kasta fjármunum. Og það er einmitt gott að þú kemur inn á það, við erum að tala um hvernig við getum best nýtt þá fjármuni sem til staðar eru. Nú nýverið kom fram félagshagfræðileg greining á fyrsta áfanga borgarlínu eða ég veit ekki hvort það sé alveg fyrsti áfangi en svona fyrstu lotunni í því og hann kemur mjög jákvætt út, sýnir það að það er augljós ábati af því að fara í borgarlínu en auðvitað tengist þetta náttúrulega líka því svolítið hversu margir eru tilbúnir að nota almenningssamgöngur. Og þá er alltaf þetta spurning hvort kemur undan eggið eða hænan, ég þekki það á rekstri strætó að ef við erum með rosalega gott strætónet þá nota það fleiri en þá kostar það líka meira og það er erfiðar að byrja með slíkt. Þannig að svona þín sýn á það á tímum sem þessum, hversu skynsamlegt telur að það sé að keyra á þessar hugmyndir borgarlínuna og bara byrja að nýta fjármagnið í uppbyggingu borgarlínu? Sko, bara fyrst til að segja þar er að ábatinn af því að koma fleirum yfir í almenningssamgöngur heldur verið hefur undanfarin áratugi, er ekki vafi að hann er mikill. Þetta er alltaf bundið bara hversu mikill það snýst máli og það er örugglega hægt að rífast það eftir forsendum öðru. En ábatinn af því að koma sem flestum yfir í almenningssamgöngur, hann er bara verulegur, ég er alveg sannfærður það, það er að fyrsta. Annað sem ég veist byggilegt við horfum á er að ungt fólk í dag er að hugsa aðeins öðruvísi þessa hluti heldur en ég gerði þegar ég var sem bara fyrir 40 ára síðan. Ég sé bara mínum börnum sko. Þau eru ekki að horfa á það að eiga eins og þau verið á mínu hlaði 2, 3 eða 4 bíla þar á hlaðinu til að taka fjölskyldumeðlimum eftir í hvað aldrei þeir eru. Það er ekki þannig, þau eru að horfa á hvernig nýtir mína fjármuni sem best. Þetta er allt fólk sem hefur átt heima annars staðar á Íslandi, vanist að nota góðar almenningssamgöngur sem það hefur getað treyst og vill bara geta það hér og þá er þetta sem þú segir áðan, hvort kemur á undan eggið eða hænan. Í mínu viti, og það skiptir máli, með almenningssamgöngur hvað erum við að gera eins og núna er verið að vinna í borgarlínu, þá er verið að fyrst og næst náttúrulega að auka farþegafjöldan, en það gerir ekki bara með því að auglýsa og búa eitthvað til. Þú ert að auka áreiðanleikann í þjónustunni. Þjónustustigið þarf að vera mjög gott. Þú ert að auka áreiðanleikann, þú ert að auka tíðnina og þú veist að vagninn sem þú ætlar að taka, hann er að koma klukkan þetta og skila þér að þannig að þú ætlar að fara klukkan þetta. Það skiptir máli. Í dag er það þannig álagstíð á morgnana, þú veist bara ekki hvernig þú er komin á áfangastað eða hvernig þú verður sóttur. Það er vandinn. Þannig að það þarf að byrja því að hafa þjónustustigið gott, þá getur við náð í neytendurna, farþegana. Þannig að þess að segja þetta þarf að vera röðin og við vitum það að það kostar fjármuni að laga þjónustustigið og gera það ásættanlegt fyrir notendurna en þegar það er komið þangað þá hef ég engar áhyggjur af því að
fólk mun verða að notendur nota. munu koma, neytendur munu koma og fólk mun koma og nota þetta og í auknum mæli. Tala ekki bara kröfunum, það svo margt sem að spila inn þetta dag. Það eru umhverfismál sem ofar í vitund fólks heldur en var áður fyrr umhverfismál fyrir 40 árum síðan þegar ég var á þeim aldri sem mínir strákar eru núna og tengdabörn á þeim, það var umhverfismál, það var ekkert að velta því fyrir sig. Nei. En fólk eru að horfa á þetta. Nú fólk að horfa á þetta og skiptir þetta miklu máli og fólk velur sér lífstíl oft út frá því. Skiptir miklu máli. En þá líka eru ofta að koma inn að flækja umræðina, segja já, en við munum leysa með rammaspílum sem að sækja okkur og skila okkur og allt þetta. Jú, það mun örugglega koma og selja hraðar heldur en við eigum von á, en það mun aldrei taka í burtu þörfin á því að það borgar sig alltaf að hafa eins marg og möguleg getur í einu farartæki til að skila því frá einu stað til annars. Já, akkurat. Óháð hvort það rafmagn eða vetni eða dísel eða hvað sem við nota sem eldsneyti. Þá ertu komin bara á verkfræði úrlausnin að flytja fjölda fólks á milli staða á háanna tíma. Það bara þannig. Og þá er þetta í rauninni lausnin. Já. Tek undir þetta og sammála því, ég held að þetta skipti mjög miklu máli og ungt fólk horfir í auknum mæli í það og ég held að þess vegna sé nú líka mikilvægt að nú erum við komin með borgarlínuna í gegn. Þetta hefur nú verið í stjórnarsáttmálum 2 síðustu ríkisstjórna. Nú erum við búin að samþykkja höfuðborgarsamkomulagið svo kallaða og það er svo mikilvægt að í því eru þetta ekki bara borgarlína, það eru líka mislæg gatnamót sem er nauðsynlegt að fara í og það er nauðsynlegt að bæta stoppvegakerfi okkar og það er nauðsynlegt að bæta líka hjólreiðanetið okkar, þannig að það er þetta sambland þessara mismunandi lausna. En að því sögðu, þá er annað verkefni sem er eldri en ég, sem það er að segja Sundabrautin. Það var byrjað að tala um hana og velta því fyrir sér áður en ég fæddist og enn erum við ekki komið með neina lausn á þeim efnum og það tekist á hvar á hún að vera og þú veist, er þetta einhver rör sem við sökkum, er þetta undirgöngu, er þetta brýr eða hvað erum við að tala um? Já, hver er svona sýn þín á það? Hversu mikilvæg er þessi framkvæmd? Skiptir öllu máli hvern hún er eða hvar hún liggur? Já, gerir það bara áður þegar þú talar að þú er ekki verið fædd þegar þetta fer af stað þessu umræða. Ég veit það, en ég var það og þegar ég er komin námi sem er nú svo nokkur á síðan, þá voru 2 verkefni ofarlega á baugi á höfuðborgarsvæðinu sem væru aðalverkefni sem þyrfti að horfa á til framtíðar. Það var náttúrulega Sundabraut, hún var þá farin að stað sú umræða og hitt var Miklubraut í stokk. Já. Við erum líka komið þá á dagskrá. Við erum enn með þá á dagskrá þessi sem verkefni, þannig að einhverjum 35 árum síðan. Þannig að stundur hreyfast á hlutin ekki mjög hratt. En talandi Sundabraut, það var að fyrsta lagi auðvitað mun Sundabraut koma, bara spurning hvenær. Og þarna hafa verið skoðaðar mismunandi útfærslur. Það hefur verið hábrú, það hefur verið að setja botgöng, síðan erum við að tala um bara jarðgöng og síðan lágbrú innanlega í Kleppsvíkinni. Það er yfir og allt hefur verið að sína kosti og galla og það síðasta sem ég held að sé nú alveg rétt að mér að þá er svona eiginlega búið að afskrifa bæði hábrú og botgöng. Þannig eftir það er þá að velja á milli lágbrúar eða jarðganga og ég held að það sé held, nú er ég að segja það sé held. Af því að ég þekki ekki alla þessa vinnu í neinu smáatriðum. En ég hugsa reyndar í gegnum tíðina að selja búið að leggja langmest og vöndustu vinnun í hábrúna. Þannig að það verður svona mest vitað um hana. Það sé búið að leggja minni vinnu í botgöngin, jarðgöngin og lágbrúna. En það er selja alltaf til dæmis svipuð stigi, þannig að það er verið að bera saman væntanlega, eða ég vona það, sé verið að bera þessa kosti kostnaðlega saman á jafnræðisgrundvelli. Við erum alltaf, þetta er þess að stór framkvæmd. Við erum að tala þetta 60-75 milljarðar eitthvað svoleiðis og verðlega í fyrra. Þetta er nú bara stærðargráður en það. Þannig að þetta er veruleg framkvæmd. En auðvitað mun Sundabraut bæta mjög umferðarflæði til og frá höfuðborgarsvæðinu þegar hún kemur. Og ég held að ef ég maður rétt í umferðarlíkönum sem hafa verið unnin síðast, við erum að tala í dag 100 bíla í Ártúnsbrekkunni. Með Sundabraut getum við minnkað þá umferð
á því augnablik sem hún verður til miðað við núverandi stöðu, kannski 10-15%. Við erum að tala um að Sundabrautina, erum við að tala um að fara á sýrsta hlutan 20-30 bílar á sólarhring, nyrsta hlutan kannski 10-12.000 eitthvað svo leiðis. Þannig að þetta er veruleg umferð. En þetta annars vegar... Þetta leysir, þetta er þörf fyrir brautina. Er það ekki? Ljóst. Þú veist, það er eitt sko umferðin inn á höfuðborgarsvæði og þá hafa sumir sagt, við erum að reyna að minnka umferðin á höfuðborgarsvæðinu, við viljum ekki fá hana hérna í auknum mæli inn. Það er nú eitt sjónarmið sem hefur heyrst í þessu. Annað er það að þetta leysir raunverulega þann flæðisvanda sem á sér stað í gegnum Ártúnsbrekkuna. Þá er að segja austara hluta höfuðborgarsvæðisins. Og í þeim efnum þá hef ég líka velt fyrir mér sko út af því við fengum nú jarðskjálfta hérna daginn og erum að takast á við alls konar vá, það er að segja sko varðandi útgönguleiðir og flóttaleiðir á höfuðborgarsvæðinu að það geti skipt máli að hafa fleiri en eina leið. Sjálfsögðu. En sko, bara til að ítreka það, alltaf þegar við erum að taka ákvarðanir samgöngumál, hvort sem það er á höfuðborgarsvæðinu annars staðar á landinu, þá er útgangspunkturinn umferðaröryggi og öryggismál og fyrir utan flæðið sem við viljum hafa gott. Og það er ekki vafa að Sundabrautin, í mínum er ekki vafa að Sundabrautin mun skipta miklu máli þar. Og að líka annað að hún getur bara hjálpað til við þróun byggðar á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það tengi bara betur saman með góða móti bara höfuðborgina sjálf Reykjavík sem er umlikur Mosfellsbæ sem við komum bæði úr sko. Já, akkurat, og Kjalarnesi þarna hluta Reykjavík þarna hinum megin, gleymist nú oft. Og þetta mun örgulega koma, það er bara ná lendingu í því hvernig lausn á að vera með þetta. Ég held að geta verið mjög snjallt fyrir þetta verkefni að frekar reyna ákveða núna hvernig þetta á að líta út. Að fá, að þetta er ídel verkefni fyrir einkaaðila. Þarna komstu inn og ég held að sé mjög gott að fá hugmynd að þar inn mismunandi aðila til þess að koma með hugmyndir til þess að ákveða hvernig á að halda áfram. Vissulega er það ekki eitthvað sem fólk hefur með frítt, það þarf að borga eitthvað fyrir það, en þá færðu nýja sýn inn í hlutina frá því sem verið hefur og út frá því geta bæði ríki og Reykjavíkurborg og sveitarfélagin unnið svolítið. Þannig ég held að það skiptir máli, ég held að það væri gott að fá svona hugmyndir inn. Já, en núna, þú veist, er ég hérna með mig borðið í pólitíkinni og búin að vera að takast á við alls konar, þú ert í rauninni svolítið svona fulltrúi atvinnulífsins, hefur verið að núti að leysa alls konar verkefni og tala nú líka oft fyrir hönd atvinnulífsins sem formaður SA. Sko, ég er með eina hugmynd og hún er svo að láta ykkur þetta eftir og þegar ég segi ykkur þá segi ég atvinnulífið og ég velti því hreinlega fyrir mér þegar við erum búin að rífast þetta hérna mál í ykkur 40 ár og mismunandi lausnir eins og þú segir hábrú eða hérna botgöng og eitthvað sem að ég og kannski flestir sem störum í pólitíkinu höfum nú kannski ekki mikið vita á hvort það sé ekki hreinlega möguleiki á að fara bara þarna út og segja heyrðu, einhver sem vil koma og gera þetta, ákveða tæknina, hanna þetta, framkvæma þetta, skipuleggja þetta í samstarfi við sveitarfélög og ríki og svo reka þetta í einhvern ákveðin tíma og rukka þar að leiðandi vegtoll fyrir og svo að loknum þeim tíma afhenda þetta ríkinu. Er þetta ekki raunhæfur möguleiki? Svo sannarlega það og í mínum huga er þetta bara þetta er bara möguleikinn með ákveðnum greini og maður horfir svolítið til fyrirmynda. Fyrsta svona verkefni sem fer í þennan farveg eru Hvalfjarðargöng sem var nú heilmikil debattur á sínum tíma hvort það verið viti að fara í eða ekki eins og við munum öll og það tókst vel það verkefni bara þetta mjög vel og ég sé fyrir mér að Sundabraut geti verið í einhver hliðstæðum farvegi og við myndum alveg örugglega fá ólíka lausnir út úr svona hugmyndasamkeppni hvað var þetta að gera og ég held að væri bara mjög snjallt að fara þá leið og gera heldur fyrir en seinna vegna þess að við getum verið sko að velta okkur upp úr hvort að þetta er göng eða brú hvar við eigum að fara niður og hvar við eigum að fara upp og allt þetta og vissulega þannig að skipulagsvaldið er náttúrulega hjá sveitarfélögunum hjá Reykjavík í þessu tilviki reyndar komið við í fleiri sveitarfélögum með hérna lausnina, þegar maður rétt. Er það? Nei, þetta er allt í Reykjavík. Þetta er væntanlega allt í Reykjavík núna. Þetta er allt í Reykjavík. Það er rétt, það er Gufunesið og Álfsnesið og nú er til dæmis mikil atvinnuuppbygging. Ég held að við myndum fá svona ferskari
svona innspýtingu inn í verkefni með því að gera þetta. Einmitt. Ég ánægð að heyra þetta því að maður sér frá upp á að það hvort sem að mann líkar það vel eða illa, þá töluverð atvinnuuppbygging að eiga sér stað í Álfsnesi. Já. Og upp á Esjumelunum og svo erum við auðvitað með höfn inn í Hvalfirði og Grundartanga framleiðslu þar, þannig að það eru töluverð þungaflutningar sem eru nú þegar og eru væntanlegir enn frekar á Vesturlandsvegi og það ýtir held ég enn frekar undir þessa framkvæmd, þannig að ég hef nú verið að gæla við það að leggja fram þingsályktunartillögu, við erum enda komin fram með heimildarfrumvarp til handa ráðherra að fara með hluti í einkaframkvæmd eða samstarfsverkefni, held ég að sé nú rétta orðið íslenskuna fyrir PPP framkvæmd, en ég hugsa að ég ríði nú að vaði núna bara og leggi fram þessa þingsályktunartillögu sem gengur þá hreinlega bara út af það að þetta verði alfarið í einkaframkvæmd og ég held nefnilega að sé svo mikilvægt einmitt eins og segir að kalla eftir þessum hugmyndum og að það sé þó líka aðilar sem að setja sig saman í grúppu, aðilar sem að telja sig hafa tæknilega lausnina og vilji útfæra þetta og framleiða þetta og reka þetta og svo þá besti kosturinn valinn og viðkomandi leyft að fara á stað. Það rétt. Það eitt líka sem mikilvægt í þessu, þegar virðist vera þannig eitthvað sem heitir einkavæðing, það orðið náttúrulega bannorð á íslensku virðist vera. Við erum ekki að tala einkavæðingu hér, alls ekki einkavæðingu, við erum að tala eins og nefnir réttilega, þetta samstarfsverkefni, opinberra aðila og einkaaðila að koma að þessu, þar sem einkaaðilar leggja til hugmyndina, vinnuframlagið, þeir fá að reka þetta í ákveðin tíma, þeir sjá fjármögnuna líka og svo þessu skilað til ríkisins að því loknu eins og gerist með Hvalfjarðargöng. Þannig að mér finnst það bara góð leið til að koma með mjög brýna framkvæmd og setja hana á dagskrá. Bara ekki vafi mínum huga. Svona vondri íslensku myndum að segja no-brainer. Já, maður gerir það er alveg rétt, þannig að maður myndi segja það vondri íslensku sko. Það bara, maður getur segir maður ekki að það er hugsunarlaust. En þetta alls ekki hugsunarlaust. Nei, þetta mikil hugsun á bak við það. Já, ekki fyrstu hugmyndir Sundabraut, hvað koma? 1974 eða 5. Já, eitthvað svoleiðis. Já, þá rættar þetta ný skipulag. Þetta 45 ár síðan, þannig að þetta búin að eiga sína meðgöngu sko. Akkurat, ansi löng meðganga. Já. Heyrðu, en ég held að sé fínt að enda á þessum orðum. Mér heyrist við nokkuð sammála mikilvægi þessara tveggja framkvæmda þó ólíkar séu vissulega, en þá er þetta eitthvað sem að ég hef allavega í mínu störfum sett á oddinn og mun gera áfram. Þakka þér, Eyjólfur Árni, kærlega fyrir að koma og spjalla þetta við mig og ykkur sem að annarkvort horfðu á þetta núna eða eru að hlusta á þetta síðar. Kærar þakkir. Takk fyrir.